Doktor Fútból heilsar á bóndadegi, bæði á Spotify og hvað sem þú tekur þitt podcast og auðvitað á YouTube. Bóndadagur í dag, bóndadagur, bóndadagur, bóndadagur. Já, ég skal segja ykkur það, bóndadagurinn kominn. Stáka, ég fór í Smáralindina í gær, fór að leita gjöf handa þér, eins og ég kallaði þetta. Og svona eftir að hafa labbað Smáralindina, þá fann ég svolítið handa ykkur. Nú? Handa okkur? Eða tímanum í okkur, já, takk fyrir það. Ég fór í 66. Vá, þetta þetta alveg stór póki. Veistu hvað? Hvað vantar ykkur báðum? Ég gaf ykkur íþróttatösku. Nei, Jú, það var þú akkurat. ert að grínast. Ég búinn meina- að vera Gaf með- ykkur, ég hugsaði bara með mér og ég leitað gjöf handa þér. Já. Herðu, ég er Og búin að hér vera er með sömu töskuna, sko. Ég er búin að vera með dótið mitt í plastbók. Hún er úldi. Gekkja, sko. Þetta er vá. Þetta er alvöru Hjörvar. Takk kærlega fyrir Takk okkur. kærlega. Fyrsta bóndadags gjöf dagsins, dóttin í hús. Þóttin í hús, til að mikið með þetta, aldrei að vita með fáið meira þegar líður á þóttin. Ha? Já, ég var í stuði. Er þetta í lagi, Hjálmar? Já, ég veit, hún er Það gerð. Hjálmar. Vá. Já, þetta er mjög flott taska. Eigulega Sko, taska. það eru 10 ár síðan við kynntumst núna svona almennilega. Jú. Og Höldum upp á það í dag. höldum upp á það í dag. Þú veist, fyrir 10 ára síðan, ef einhver hefði sett inn, ef að Giggo hefði verið til og sett bara, með antar manni hérna í pubquiz, þú hefði mætt. Já, ég hef mætt. Já. Og það er það sem er mitt svo geggjað við þetta, sérstaklega Giggo. Þú getur bara, þarna geta bara, þú veist, up and coming comedians bara nælt sér í vinnu. Þetta er geggja stöf. Já, Ég þetta kíkja oftan inn. Já, maður átt að kíkja þarna inn og sækja talenta. Túborg auðvitað bjórinn á bóndadegi. Túborg Classic myndi ég segja að vera official handbolta, fótbolta og golfbjór Íslands. Túborg Classic breyttur leiknum bara með að fara í falleg glös. Þú segir hvað markasetning getur verið einföld. Jú. Manstu þeir fóru í 9 glösin. Já. Það er bara, þá finnst maður svona, já, heyrðu, ég þetta er er hann bara- svo sophisticated. Svona á fæti. Já, fætt. Smáríkið selur líka Túborg og Smáríkið er núna út allan bæ og líka í Kópavogi Smáríkið opið þegar aðrir eru með lokað og það er nú það sem gerir Smáríkið svona magnað. Já. Þeir eru væntanlega að fylgjast með pítsunum á Dominus eða ekki? Jú, sjálfsög. Það er náttúrulega EM-æði. Þeir eru náttúrulega komið með EM-veiruna þar. Já. Eru þeir sýktir? Þeir eru alveg helsýktir Hún er svo af skæð. EM-veirunni. Hún er svo skæð. Þetta er gott tilbúð. EM-tilbúð, stór pizza, matseli, meðlæti og 2 litra gos, 3.990. Já. Tek því. 3.990? Ég tek því nú alveg. Hvenær fekk maður eitthvað á 3.990? Já. Það er mjög langt. Meðlæti, það virkar líka þarna að taka eða ekki hérna gottinn. Er það ekki? Jú. Bara fínt að vita af því. Fínt að... Vaknar með Morning Wood í morgun, Gunni? Ég? Já. Já. Þá þýðir að sé allt í lagi. Þú átt að gera það. Ég spyr ekki Hjálmar komið þannig aldrei það partí er bara búið. En she'll uncheat it frá Fitness Sport and she'll like it too. Já. Og það er einfallega svoleiðis, þú getur líka fengið sent beint heim með Fitness Sport, allir að koma sér standa okkur núna, prótein, hvað þetta heitir, allt saman sem þú þarf til að henda þér í gang. Tjekkna beður sko nýtt ár, ný skoðun. Nú er komin eins og ég segi miðinn 30 og hvernig er hann á litin? Sko, mér langar að segja appelsínugulur. Gæti verið rétt hjá þér. Ég held að það sé rétt hjá. Já. Það gæti alveg verið rétt hjá þér. Herðu, við slum fara í spurningunum með tölvutek. Náttúrulega, bóndadagsgjöfin fæstu þetta í tölvutek, það er þarna Ninja ísvélin. Já. Hvað bóndi vill ekki geta gert ís fyrir fjölskyldur sína? Hotlan og góðan ís. Hotlan og góðan ís fyrir alla fjölskyldur. Drengir, hérna já, Arnar Gunnlaugsson skoraði 75 mörk í efstu deild á Íslandi og gerði það fyrir 5 lið. Hvaða? Þetta var- er þá, já, Já. þetta er KR. Káar náttúrulega, þetta er svona augljóst. Þetta Nei, er- efstu dild. Jú, Haukar. Haukar. Já. Og FH. FH. Og hvert er 5. lið? Hvert er 5-talið, spyrja þér, Þetta er eitthvað liðið. Byðu. hvert er 5-talið? Valur. Ránt. Nei. Byttu nú við. Það er eitthvað. Valur er ránt. En allt hitt rétt. Hitt er rétt, já. Allt- Allt já. hitt hinn 4, já. Hvað var 5. lið? Í og K er rétt, já, til dæmis. Það er svakalegt. Það er byttu. Hvert er 5. liðið sem að Arnar skoraði fyrir, hann skoraði auðvitað fyrir KR, IA, Hauka, FH
og babarababarab Víkingur Reykjavík? Nei fram Jésús þetta áttum maður að vera með Vel gert. Framarar, já, framarar syngja þeir í Safamýrinni Ramaranir það reyndar hóðni Víkingar í dag slum páranga með dynout.is við ætlum að páranga eitthvað kallmannlegt Já Það ætlum við að gera og Hvað ertu með handa okkur, Gunni? Gunni Ég ætla að páranga fyrir ykkur topp 5 hlutir sem að láta manni líða eins og a real man a real man wow Herðu Númer 5, fara í múlbúðina Það er með númer 5 Já, það er reyndar að fara í múlbúðina Það er 6 hjá mér Númer 5 er skiptundekk skiptum dekk Það er að því að ég er með svo svakalega reynslu í því því að ég var á Renault Megane 2008 ár svörtum og það var á breyttum felgum og það var alltaf að skjóta svona steinar inn í bremsudiskana af því að það var svo opnar felgunar þannig að ég var að losa dekkin og taka þau af og skipta alveg bara dag eftir dag Já, ég tek þessu, þetta er gott Herru, númer 4 það er þegar einhver kannski réttið krukku eða eitthvað svoleiðis getur þú opnað þetta? Ég bara á ekki séns í það og þú tekur hún Það valdeflandi þá líður mér eins og ég sé búin að lyfta húsafellshellunni sko. Ég hef gert það svona 300 sinnum Ég hef heilt að göra sem býða konur sem að koma með krukku og segja þetta fyrir framann aðra Þannig að hún er eiginlega hálf opin og svo valdeflandi fyrir framann fyrir framann fullt af fólki Herri, númer 3 það er að grilla Já. Mér finnst svakalega svona gaman að standa við grill Alveg sama hvaða veður það var það sem ég ætlaði að koma inn á Ferðu stundum í svöndun og nækina Já, svo er ég bara á berrasaður Það er dálítið lúk þegar maður er að grilla Já Herðu, númer 2 það er að labba með kannski svona 200-300 kall í kass á sér Já og geta tekið upp punktið bara, og vera bara að borga fyrir 1000 kall labba bara með kassa á sér með svona klemmu eins og landasalandir voru einu gæði þetta er gott Herðu, og nummer 1 það er að taka kannski svona 300 í deadlift á kjötinu horfa svo yfir salin þegar maður er búinn Hefur gert það? Horfa svo yfir salin There's no reason to be alive if you can't do deadlift Jón Páll sagði þetta nú Hjálmar, hvenær líður þér vel með sjálfan þig? Hvenær? Já. Það er bara alltaf þegar ég legg niður lóðin Já. Það er bara þannig, bara leið og ég legg nú er ég komið með þetta heim Já. Það er kannski tekið eftir í stóri hjá mér og ég setja bara En ertu þá ekki bara Ég er í stóri, ég bara er alltaf Ég er að segja, færði eitthvað tímann frí? Aldrei, ég bara hættur að gefa þeim frí Ég lagaði hérna eitthvað fyrir neðan vaskin heima hjá mér það var rosalega, það var eitthvað lag og allt voru blautt hann undir og ég fann alveg að það var engin trú þegar ég fór þarna og lagðist undir hann en þegar ég deliveraði þá hefur bara verið það var gaman ég hef bara aldrei fundið jafn litla trú og tók þetta aðeins í sundur en líður ekki vel eftir vera búin, hugsa ég að vel, er eitthvað meira er eitthvað meira sem ég get gert er hann alltaf tæru það er bara þannig að svona var sömurinn takk hérlega fyrir þetta það var frábærlisti Gunnar Takk Við slum kíkja annað, við slum kíkja með Teija Já, Teija færðu, allar þessar nýju einföldu greiðslur einfaldar greiðslulausnir sem eru bara aðlaðar af þínu fyrirtæki þetta er algjör veisla Þetta er algjör veisla og getið farið auðvitað og náðu ykkur í Teija appin og stýrt rekstinum hvar og hvenar sem er En geta allir verið með posan í símanum? Já, þú ert með hjá Teija Og posin, hann er séðan bara tengdu við reikningin hjá mér Já, saman þó sett og posi eða hvernig sem það er Nú, hann var klórað sér á bækina ég var svo, náðu sér ekki um höndinu út af liftingun Já, þetta hef ég ekki séð Þetta var geðvitt. Þeir eru handboltinn í dag, 2:30 Það var margir sem var að hlusta, það voru leikur búinn og eitt það sem að sko, maður verður að bera óendanlega virðingu fyrir þessum drengjum því að er það ekki rétt skil í hjá mér að þeir fá 0 krónur fyrir $0 eða þeir fá okkur að dagpenninga sem er bara eitthvað klink og það er deilt út held í byrjum ferðar 24.9 minnir að Aron og Bjarki hafi farið yfir það í stífdagskrá hlaðvarpinu það var svona ákveðin svona hátíðastund þegar þessu er deilt út sko í rútunni en þetta er nú ekki held ég upphæði sem að skipta hennu gríðalegu máli sko þannig að eigum við ekki að reyna að ef við fyrir mústaleik
að reyna að búa til eitthvað gulrót Ég bara meina, að strákandi að fá að skipta á milli sinni 100 milljónum auðvitað á það að vera þannig Bara auðvitað á þeirra GoFundMe að hvað þetta heitir nei, ég meina, þú veist, ríkið á bara þú veist, þeir eiga bara að vera á Ríki gerir ekki nýtt nei, þeir eiga samt að vera ríkið á að hvetja, þú veist, og íta undir það að ná árangri á heimsvísu á stóri en við gerum þannig að leikmenn landsliðsins fá innkomu af allri sölu og auglýsingum og rúf bara frá mánudeginum og það sem eftir nei, bara að þeir fái að selja auglýsingarnar að bara þeir fái peningana að peningarnir renni beint til strákana sem er að búið til kontentið að þeir fái peningana að taka þá peningana frá rúf nei, bara þeir fá peningana þannig að þú veist, bara ef þú kaupir auglýsingar í dag þá fara peningarnir til strákan okkar og þeir fá þetta bara beint skilur hvernig rúf tengist inn í þetta nei, þú veist, þeir eiga söluglugan við gefum þeim sem þjóð þeir eru að selja auglýsingar við þjóðin við gefum þeim 10 mínútur fyrir leik og hálfleik og eftir leik og þeir fá peningana þá er líka fyrirtæki hvetja, við erum að setja peningi í þetta strákan að fá þetta það eiga bara að býða 18 reynsróverar ef þeir klára það eiga þeir bara býða á Keflavíkurflugvelli og þeir keyra heim á reynsróverum já, kaupa eitthvað svona handaðum þú veist, eða þú veist, þeir borða frítt þeir þurfa ekki að versla í matinn eða eitthvað svona, þú veist ég meina það eru alveg þjóðir Strákar, þið borðið frítt nei, ég meina það eru alveg þjóðir sem að bjóða upp á það fyrir Ólympíugullverðlaun til dæmis og það er sko, það ertu kannski með þú veist, styrki, það ertu með peningagjafir sem eru bara sko life changing fyrir einstaklingin þegar heim er komið svo eru marga þjóðir að hugsa eitthvað svona út fyrir kassan eins og með bara þú veist, með mat og annað, þú veist, það er bara en nú sá ég, þegar ég náði aðeins að sjá þarna Danmörku í gær þar sem að Danir voru að tapa fyrir Frökkum svo bara heyrði ég á því eftir á að við höfum tapað að Danir hefðu unnið sig í leikin ef Danir hefðu tapað hana hefðu þá ekki við verið miklu líklegri til þess að vera Evrópumeistara heldur en ella jú alveg klálega. Það hefði verið rosa gott ef Danir hefði tapað. Þá hefði Danirnir svona alltaf því verið átt, ég held að það hefði þurft ansið mikið að gerast til þess að, ég held að það hefði ekki verið starffræðilega séð átt, en það hefði þurft ansið mikið að gerast til þess að þeir færi áfram og það er alveg klárt, ég meina við viljum ekki með þetta dönum, það er bara mjög gefið. Hjálmar, er handbolti ekki nú vinsæll til þess að vera með samantektarþætti í loka? Það er alveg með ólíkindum sko, ég átta mig ekki á því eins og naflingreið vinnur allan daginn í leikskólanum kemur heim og hann þarf að spóla tilbaka í sjónvarpinu til að sjá það er farið yfir helstu leiki held í stofunni samantækta áttur eftir þá síðasta leiki nei, ég meina samantækta þættir ég elskaði ólympíuleikum allt ekki saman og það er aðeins öðruvísi það er bara með þrjá leiki við daginn eins og HM þá er ég alltaf býðið samantækta þetta algjörlega bara sjá svona mörkin og hvernig þið farið yfir þetta og svona eins og mér langaði svo sjá að Alfred Gíslason ekki ít á það var tekið fyrir í stofunni já, Íslandi bara en þú veist, við erum að tala um það var tekið fyrir í stofunni og svo er framlegging eftir stofuna ég er að segja, það var fyrir Íslandi þetta er bara hugmynd sem ég þá kom með samantækta þetta bara meðan að háma í gangi Skömminni Birgis verið með hann Skömminni Birgis bara einhvern veginn með eitthvað og með 2 álitsgjafa eitthvað að fara við stöðuna þrjá álitsgjafa og kannski einn upp á töflu þeir eru að fara í Kaíró þetta er 1 mánuður ári ég er alveg samanlegur þetta verður allan gaman að fylgjast með leiknum á eftir eins og ég segi, það er margir að hlusta þegar leikurinn er búinn, hvað er ætlaði að horfa á þetta drengir? Er þetta lýsagunni? Nei, ég hef bara ekki búin að hugsa svona langt sko. Nei. Fjölskyldunni? Mögulega ég hef verið svona bara heima Það er ekkit, þið ætla ekki að fagna bóndadeginum og fá okkur aðeins og hafa gaman yfir leiknum Jú, ég er alveg tilbúin í það ég er að fara út og skemmta mér í kvöld og það er mér 1 eða 2 það er bara þannig Gunnar, ert þú með leiki í dag? Nei. Svona, hvenær geta aðdónduðinu fengið næsta heyri? Ég vil leika á morgun Hvaða leik? Fyrir þá sem að vilja fá að stilla inn og fylgjast með Gunnar Birgisinni fara á kostum Þýskaland á móti Noregi Já, vá Þú ert svolítið Þýskalands megin núna, varst með Portugal Þýskaland líka, það var frábæleikur Svo er líka með Þýskaland Danmörk Þannig að það er nógum að vera en hvernig finnum við samt leið til að koma penningum á strákana? Já, þetta er frábæleiði þessum óst með þarna aðan Ég meina, Við hefum bara
Já, það eru svona ýmislegt sem að ráðherrar hafa verið að setja 100 milljónir hér og þar í sem Já, já. að ég hefði kannski frekar sett í eitthvað svona Þorgeir og Katrín hefur verið að setja þarna í Akkurat, þarna þessi, já, þarna og Inga vönduðu Sæland lesbíu samtök hefur, Inga Sæland hefur líka gert annað eins, þannig að hérna, maður svona hugsa kannski að þessum pening sem betur varið í Hvað er þetta stór hópur? Hvað er þetta stór hópur? Það eru 14 leikmenn eða ekki? 18 18 leikmenn. Vá, 18 leikmenn Með öllu kannski 22 miljónar manni eða eitthvað Já, þetta er ekki neitt sko. 22, þá er þetta kannski 50 miljónar Það er ekki neitt Ég meina, þú veist, það að við séum ekki með eitthvað svona vildarkerfi að þegar þú nær árangri í einhverju að, þú veist, þá sértu ekki bara að koma heim í ekkert, skilur Nei. þá er eitthvað sem að, þú veist, það er eitthvað gulrót sem að Það er alltaf að vera með gulrót, við erum gulrótamenn En þetta er ótrúlegt lið hvernig Bara berjast fyrir land og þjóð og við erum þakkláttir þeim fyrir að auðvitað gera alltaf hennan janúar alltaf svona miklu bærilegri frábæri gæjar hérna í íslenska handboltalandsliðinu Happy Hafliðarsson, núna er það með kóðanum DOC inn á happytrade.is/DOC þá fáið 25% afslátt af fyrsta mánuði í áskrift og brúsa og allt með Herri, Willum Willumsson Birmingham vilja losna með hann Já, og Er það þannig? það er þannig, já Já. og sko, hann verðist kannski ekki með líkamann fyrir Championship-deildina þú veist, maður bara sér það að íslenski strákar eiga erfitt með þetta álag tala meðslalega séð svona já, hann er bara verið dett út og svona Já. Alfons er auðvitað farin hann er að fara til Go Ahead Eagles Já. en svo var það þannig að einhver svona stjórnarmaður hjá Go Ahead Eagles var að segja frá því heyrðu, við vorum í sambandi við Birmingham og þeir eru að reyna að selja ykkur Willumsson líka Já, ég veit ekki það er sko, Ég væri til í að sjá Willum fara, þú veist, mér finnst var ekki Ajax að reyna að fá Willum í sumar mér finnst Willum fáránlega öflugur leikmaður og hefur svona eiginleika sem að, þú veist, svona hávaxinn, góður á boltan mér finnst hann hafa svona eiginleika sem að ættu að vera ofar heldur en Go Ahead Eagles með fullri virðingu, þú veist, er í 13. sæti held í hollensku en ég held að hérna, mér finnst þess að hann ætti að horfa herra sko. Kannski er það eitthvað sem hann stýrir ekki, ég veit það ekki Nei, en þetta er svolítið áhugavert hvað Aron Einar Gunnarsson átti auðvelt með Championship-deildina og hann er enn að 37 ára á þessu ári En er boltinn hann einsamt og þegar Aron Einar var það? Já, hann var harður Já, ég er að segja það Hann var verra það En þetta er alltaf mikið leikjálag Þetta er ekki sama, þú veist Þetta er ótrúlega leikjálag Þeir eru alltaf spilandi Já Þetta er bara rosalegt, það er bara mánudegi svo bara aftur á föstudegi og svo bara aftur á mánudegi þetta er rosalegt Já, þeir eru og þetta er oft, eins og ég segi, þetta eru mjög harðir leikir og Alfons að fara frá Birmingham Willum á leiðinni í burtu Ég vona bara að verða áfram í Championship ég hef bara gefið þessu puttan og haldið þessi áfram í Championship Stók tækja Já, var ég geðveikt Endurnýja kynnin við Íslendingana Heldur betur Þegar hann hefur spilað, þá hefur hann verið bara drullu góður Það er bara að segast þessu verð Kíkjum annað og stóri dagurinn er í dag hvar er stóri dagurinn? Jú, hann er í múrbúðinni og það er hvergi harðara að fara bara hvergi betri staður að vera á bóndadeginum og það er alvöru útsalaður þeir nota það líka, alvöru útsala ekki útsala, alvöru útsala hjá múrbúðinni og núna er loksins að fá Trótek skrúfuvél á undir 10 skalli hún kostar 7.000 kall Trótek og þú veist það er 40% afslutur hann sko. þetta er Hóli ekki þegar ég labba inn kannski, ég læt blekkja mig inn í einhverja búð, einhverja fatabúða eitthvað og ég sé útsala, svo bara 10% afslutur sleppið því Hvað segir múrbúðir? Alvöru útsala Takk kærlega fyrir það ég hefur óundirbúin umræði hér það eru harðhausar í boltan og svona fyrstu minningar af harðhausum í boltanum og sko eitt af því sem að því að þú kemur á Fylki hérna Hjálmar heldur betur fannst þér ekki magna þegar þú varst yngri og maður náði þessu sjálfur að þegar leiki voru búnir þá voru kannski allir leikmenn liðsins eftir leik saman út í síkú Jú. voru bara í úlpum af hérna og svo voru menn bara farið við stöðum og bara, þetta eru allt hetjurna og þeir eru bara voru jafnvel að skjóta á mann hvað segir þau rauðhaus eitthvað svona þetta var bara alvöru hardcore og þú veist maður var bara sko Steindur Elísson var bara hetja mann svo var bara Steindur bara og svo bara eftir leik var hann bara í íkákalar smá úlpur ég seti nú bara eitt en ég hafði sko það var bara hérna og markmári reykti þetta voru allt
Það er alveg förður þetta maður hafi ekki byrjað að reykja. Og ég tengi eiginlega mestu svona hörðustu reykingarliðin þegar ég var á öllum leikjum. Myndi ég segja að það verið IK og Fylkir. Það var mikil og góð reykingarmenning. Það var rosa mikið reykt í Árbæðaskóla. Í alveg tala. Það var bara reykt fyrir utan Árbæðaskóla, bara maður þetta lappa ekki nú reykir maður kom inn. Þetta voru ákveðum vombrið fyrir mig að sjá þetta á sínum tíma. Eða svona var verið að hvetja mann til þess að það var hann að auglýsingin að gakt í reyklausa liði. Við náttúrulega lendum í rosalum árárið með það reykingar gegn reykingum og það bjargaði manni. Hver var svona harðasti gæinn í Fylki? Já, eða svona bara í þín þegar lítill? Já, villinganir. Nei, í fótboltanum. Já, fótboltanum? Ég var að fara í villingan í Árbænum. Ég man það nú ekki svo sem. Það var eitthvað svona harðhausar sem þú leist upp til. Það var náttúrulega einn þarna Sverrir hétan, þetta er 1980 eitthvað. Hann var alveg rosalug en hann var líka villingur. Hann var í boltanum og var villingur. Hann var sína 2 stöðum og það var alveg, menn tóku stóran sveig þegar hann var þá voru menn, ég man eftir því bara þetta var náttúrulega bara kallar fyrir menn, eldgamli kallar og hann var kannski 21 eða eitthvað. Ég man svona maður sem að leita upp til var Sævar Jónsson. Það var svona stæðilegur. Sævar Jónsson náttúrulega rosalegt svona flottur á velli. Hann var svo mikill bóndi. Flottur á velli. Já, flottur á velli. Gunni, þú náttúrulega kemur síður inn í þetta. Hvaða leikmenn fannst þið svona harðir? Ég man eftir því þegar ég sá ansi áhugaverða rimmu á Sauðárkróki þar sem Anton McDuffield fór hamförum. Hann var harður í hotn taka, skal ég segja þér. Og enn sko. Hann ennþá harður. Já. Hann ennþá alveg klettharður. Nei, ég meina svo þú veist Erlendis. Erlendis náttúrulega eigu alveg fullt af alls konar harðjöxlum. Þú veist, það var náttúrulega bara það var ekkert skemmtir en að vera 1988 að fylgjast með Wimbledon-liðinu og þessu öllum þeim crazy gang, þetta var náttúrulega bara unreal tími, það var geggja dæmi. Arsenal United þegar ég er að byrja að fylgjast með kringum aldamóti er bara slagsmál. Þú veist, það er bara leikurinn 90 mínútur og sérstaklega á Highbury þar sem þetta er svona einhvern veginn allt svolítið kompakt sko. Keon og Vieira var náttúrulega fighter sko. Roy Keane náttúrulega harður, Jaap Stam harður. Já, það varður, þú veist svona, hverju voru, harðhausarnir í Kanada, það voru líka oft svona í minni liðunum, svo Kenny Cunningham, það var einn grjótharður, svo einn hérna fyrir Paul Robinson, ekki markmaður, og bakur í West Brom. Lee Cattermole náttúrulega. Já, hann vildi svona yfirleitt reyna að ná báðum löpunum af mönnum. Já. Þannig að sko, Lee Cattermole, Ryan Shawcross, seinna meir. Já, hann var svo sem ekkit. Hann var harður, hann var harður. Já, hann er svo eru náttúrulega, ég meina, svo eru svona geðbilaðir einstaklingar. Svo hérna Paulo Montero. Já, Paulo Di Canio líka. Paulo Di Canio var geðvikur. Já, en eini sem hefur svona kannski aðeins verið svona í þessu seinni tíð, það er hann James McLean, þetta Vestbrom sér Albion Wrexham og var að fara núna í írsku deildina. Já, hann einmitt var að eitthvað hann hélt þessu áfram, hann hélt áfram að vera, hann svona einn af þeim fáu eftir, í fílaðan. Þetta er dautt í dag eða hvað? Þetta er að fjara út. Þetta er að fjara út og fyrir þá í smass eða pass og það eru auðvitað leikmenn að skipta lið. Smass eru auðvitað bara norska súkkulaði sem við erum farin að þekkja svo vel. Sko, ég kíkjum á nokkur leikmenn. Smass eða pass. Brennan Johnson í Crystal Palace. Mér finnst það algjört smass og hann er eftir að vera geggjaður. Ertu að tala smass fyrir þá Crystal Palace? Já, það er smass fyrir. Hann er eftir að fitta perfectly þegar þetta rugl með glasna verið búið. Þetta er svo mikið rugl sko að það er að koma svo mikið á daginn að þetta mun koma í bakið á Tottenham. Það er alveg svoleiðis. Er að lendi meðslu núna og svona. Já, Tottenham að spila sem besta leik á tímabilinu í vikunni, þannig að vonandi eru þeir á uppleið. Við slumum kynns að kíkja á fleiri leikmenn. Mark Gahey til Man City, smass eða pass? Þetta er smass. Er þetta ekki massíft smass með við leikmannahópin hjá City? Já, frábær kaup. En svo pælum maður þegar allir eru konið tilbaka sko. Já, það er bara þá fer bara Josko Guardiola í visti baka. Já, það er bara endalaust rótirinn hægt að gera það. Já, ég held að þetta séu algjör neglu kaup hjá Manchester City að ná í Mark Gahey. Douglas Lewis til Chelsea. Já, þetta er svolítið áhugavert. Það var að orðan við hann núna, sko. Ég ætla að segja að þetta er ekki frágengið. Þetta er ekki frágengið. Þetta er samt í pípun. Já, hann er svo sem ekkit búin að vera einhver yfirböramaður hjá Nottingham Forest. Ég meina, þú veist, ég ætla að segja samt. Eru þeir ekki með fullt af svona, hvað ég segja, ólíkinda tólum út á vængjunum? Þetta er sexa. Hann Douglas Lewis. Jú, hann tekur 2 ár, þetta verður pass. Var þetta ekki vinstri kantari?
Douglas Lewis Er ég að ruggla saman eitthvað? Nei, þetta er Douglas Lewis, djúpi miðmaður í Aston Villa Já, þá var þetta smass Hann á Kajset og Enzo á miðinni Ef þeir eru að leita sér bara einhverju sexu sem getur staðið fyrir fram vörnina og ég myndi bara, ef ég ætti að taka eitthvað þá myndi ég taka Paulinja af Tottenham Ég hugsaði mitt hann getur staðið þar fram og ekki byggja nú neitt annað En þeir geta ekkert losað hann Nei, en það verður ekkit, hann er á láni og það er bara að vera að klára það verður ekki að spáði því Skýtja á Jean-Philippe Mateta ef hann fer til Aston Villa, er það smass eða pass? Það er smass bara til þess að dreifa álæginu með Oli Watkins Ég held að hendur hann bara vel að vera hjá Crystal Palace þessi algjör búlsitt að vera að fara í Aston Villa Ég sé pass Hann er enda búin að gefa vel eftir síðust 2 mánuði Mjög mikið Hann er kannski bara þreyttur En er hann ekki bara svona, getur hann ekki verið impact Hann er náttúrulega búin að komin að bekknum og Hann er búin að bera þetta lið uppi Hann er bara með þannig launakröfur og annað og þú eiginlega verður eiginlega að fá eitthvað meira frá honum heldur en slíkt sko En getur verið með massífa launakröfur að þú ert að biðja að láta losa þig pronto Þarftu þá ekki að lúffa þess En menn vilja borga penningin það er læg Þetta er markaðurinn, Gunni minn Þetta er markaðurinn sko Þá fer hann bara í eitthvað aðra deild Það getur farið í ítalska, það líka verið orðanum ítalska Það verið orðanum Júi Ég sé ekki fyrir mér að hann farið samt til Júi Þetta var smassið að passa það eru auðvitað fleiri dílar í burðarliðunum strákar og það hefur verið auka krónu á Landsbankanum sem hafa verið með okkur í að skoða þessar stóru dílar sem er í gangi Hvað eru þið svona spenntir að sjá fara yfir línuna því að þú nú er bara vika eftir þessu og það er að endast að díla Liverpool er ekki búin að gera neitt, Arsenal er ekki búin að gera neitt United er ekki búin að gera neitt, Newcastle er ekki búin að gera neitt Chelsea sem eru alltaf busy er ekki búin að gera neitt það eru bara the big spenders í Spurs sem að eru búin að eyða eitthvað Já, í Sousa Já, og þetta Conor Gallagher Já, Conor Gallagher Hvar verða stóru dílarnir í lok gluggans? Ég get alveg trúið að Tottenham tæki jafnvel 2 í viðbóti í janúarglugganum það á eftir að koma ykkur sprengja á eftir að koma eitthvað svona alvöru menn er að fara að panika núna ég held að Arsenal getur þeir ekki farið í eitthvað Þeir gæti alveg farið í Hvað þurfa þeir? Mest talað Julian Alvarez það eru náttúrulega mjörglið á eftir honum PSG, Barcelona, Chelsea þannig að við getum alveg séð hann á einhverju faransvæti svo er náttúrulega Cole Palmer það er mikið verið að ræða Cole Palmer og Manchester United Já, það er mjög langsótt en hann er homesick Paldi ég að hata London svona mikið að verði bara komast í burtu Það er svo mikið þvæla sko. Getur alveg verið í einhverju borg með fullt af pening notaði lífs Hann er frá Stockport Ég er að segja langar svo aftur til Stockport Svo hefur maður alltaf eitthvað með Vinicius á leiðinu til Saudi Já Þú veist Ég trúi ekki að það gerist Ég trúi því ekki Ég á mjög örð með að sjá það En sko, ok, ég ætla að búið til scenario Ég er Arne Slott Ég mæti með 75 miljónum punda til þín Hjálmar fyrir mikið vandi venn 75 miljónum punda Besti varnarmaðurinn okkar Gauður sem er bara, þú veist Ég er ábúinlega að borga vel yfir Oddsana þarna Þú ert örugglega að borga 15 miljónum yfir Ég hugsa hann geta alveg fara á 60 Tekur því? Ef ég væri fútbolmanager þá myndi ég sem að taka og reyna að finna eitthvað með það er bara svo erfitt að segja nei við þessu og líka erfitt að hann færi þetta tilbúð og færa, þú veist, þetta er bara auðvitað myndi ég alltaf að segja nei en það er bara ekki hægt Transumart verðleikurinn mann á 65 Samma ég sagði, nánast Svo er Jörgen Strand Larsen ég verði að orða hann við Leeds Já, Tottenham líka Ég held að hann verði eiginlega að koma sér að því að hann er væntanlega að hugsa það bara að þú veist Alexander Sörloth er að gera vel Erling Haaland er að gera vel þú veist, hann þarf að halda sér í einhverjum Ég held að þegar Sörloth var í Crystal Palace ég held að hann yrði bara mér fannst hann hafa allt skrokkin einhvern veginn og allt þetta og hann er að gera flotta hlut hann er frábær núna Ég ger bara mistök á hann Ég held það Sko, ef Barcelona-menn væri bara ekki svona skítblankir og í miklu vesinni þá ættu þeir að sjálfsögða ráðast á mikið vandi verð að standa upp á miðjum með svona hraða hann í vörninni Þetta er akkurat leikmaður sem þeir þurfa Elta þess að kalla þeir eru konur inn, algjörlega Þeir tókur reyndar einu sinni svona Benelux varnamann sem var alltaf með þetta Thomas Vermaelen einmitt sem var algjör djús Það var nú alveg sala í Arsenal Þú getur að vera fegin þegar að fóða þangað Nei, ég var alltaf mjög mikil Thomas Vermaelen En já, það er svona verið að reyna að finna út úr þessu öllu sem að fengum auðvitað stóra tíðindi í gær Casemiro verður ekki áfram hjá Manchester United hann er pottþétt Ég ætla að leiða mér að segja pottit á leiðin til Saudi og hefur bara núna hefst bara the farewell ring þú veist hefur kveð svona
túrin þegar hann kveður mun kveðja Emirates völlin á sunnudaginn, fær ábyggilega flotta móttökur þar sem að hann einn af þessum leikmennum sem unnið allt sem hann hefur farið og auðvitað vann síðast á Emirates völlinum í bikarleiknum fræga á þessum sama tíma fyrir árið síðan og núna ætlar hann að gera það sama á sunnudaginn. Svo svona aðeins nær okkur að Emil Kornvik sem er búin að vera frábær hjá Brann á þessu tímabili að hverju það nær okkur það Freysi með Brann já, ok Emil Kornvik ég bara já, hann á leiðinni til Póllands Freysi förum yfir Evrópudeildina eftir en Freysi svona verið svolítið að ræða þetta á blaðamannafundum svona mikið það er verið að losa mikið af leikmunum úr Brann, það er verið að selja mikið af leikmunum frá Brann en það er bara athygli á þeim já, og þeir eru búin að standa sig vel. Getur það ekki keypt eitthvað frá Íslandi? Héðan beint og í Brannliðið Já, bara íslenska leikmenn jú Kolbeinn Finnsson Já Einhverjum fleiri? Já, ég meina, þú veist, það er fullt af leikmennum Ekki Daniel Leo Hann er gamall kannski Já, Jón Dagur Þorsteins Takk Jón Dagur á vanginn Frá Hertha Berlín til Brann Það er samt svolítið mikið steppiður En ég meina, hann er samt í Evrópukeppni og bara í topparátti Algjörlega, við slum fara einmitt í Evrópudeildina Gerum það með Samherja, besti bitinn það er bara þessi allra hörðustu sem fá sér fisk á föstudegi besta bitann frá Samherja framan á landsliðsbúningunum það er eitthvað fyrir norðamenn það er gaman að sjá Samherja logoið þarna á búningnum Sammála því stórkostlegt má ég sjá hvert ætlum við að fara við ætlum að byrja þetta bara á Brann-Midtjylland 3-3 geggjaður leikur alveg frábær leikur Brann fengu vítið hann alveg í blálókin hvað var að vera að reyna að berja Elías Markmann til leika það var stuðningsmaður eitthvað þetta var eitthvað rosa hafari þarna eftir leik þetta var náttúrulega rosa hiti í leiknum sko en þetta er þetta gerist bara strax á 3. mínútu sko það kemur hérna hotspinna svo lappar dómari leiksins í áttina að fyrirliða Brann þess að Midtjylland fær hotspinnu og hérna Fredrik Pallesen Knudsen sem var hérna í hafsendinum er að dekka inn í teig dómarinn lappar til hans byrjar að tala við hann þeir taka hotnið á meðan svo kemur bara kross fyrir og mark og það var engin sem að þú veist, einhvern veginn gerði eða sagði neitt þú veist dómarinn er sem sagt að ræða við leikmenn þegar playið er byrjað vanlega þá flautur papp ég er að tala hérna þú veist, og lætur að taka aftur en þeir skora þetta er óséð þetta er skandall því miður, þá er þetta skandall og Brann náttúrulega reyndu hann eitthvað að malda í móni yfir þessu hann veifaði öllum í burtu og eitthvað svona en mér finnst það mjög dapurt að leikurinn skildi byrja svona því að Brann voru frábærir í þessu leik, algjörlega frábærir Midtjylland náttúrulega mjög öflutlið Midtjylland í 4. sæti í þessari Evrópudeild Aston Villa unnu sinnleik og það var að sjálfsögðu kóngurinn Jadon Sancho sem takkaði traustið með góðu marki sko Aston Villa eru predittaðir held ég 35% næsta lið er 8% að vinna Evrópudeildina það er bara Una Emery kann alveg þessi fræði sko hvað er maður að vinna tvisvar með VRL mannandi einu sem í VRL mannandi ekki líka einu sem með Sevilla nei oftar með Sevilla já mögulega þannig að hann kann þetta allt saman og Nottingham Forest þeir þetta töpuðu fyrir Braga ótrúlegt nú maður sem ég var að vonast til að myndi hreyfa sig í þessum mánuði Hákon Haraldsson hann og hans liðsfélag töpuðu á Spáni gegn Celta Vigo reynir fleiri í klukkutíma þetta var rosalega leikur því líkt á spjöldum og lætið hann að mér 3 með Sevilla og 1 sinni við 4 hann kann þetta allt takk hann þekkir þetta allt saman Hákon Haraldsson bara ef þeir eru með eitthvað enslið takjan bara mér langar að sjá hann að gæja hverja helgi spila fótbolta ég hugsaði kannski bara Leeds hann geti slegið takt ég meina hvað er Gretar Rapp Steinsson að gera í vinnunni hjá Leeds ef hann er ekki að kaupa Hákon Haraldsson skýrskil hefur Gretar Rapp bara síðan hann fór í þennan bransa náttúrulega bæði hjá Everton hann er ekki hjá Everton en það er að Gylfi hann er hann gerur glæðan þá hjá Leeds fór hann ekki frá Everton til hann var hann á Fleetwood líka ekki fór hann ekki svo til Leeds hann er Leeds
sá ég hann ekki upp í stúku daginn með, hann var náttúrulega á Tottenham líka. Jú, hann á Leeds. Hann er Leeds. Já. Hann er technical director of Leeds United. Já. Hann hefur ekkert verið að sækja mikið. Nei, hann er bara, það fylgir í aukin pressa fyrir hann að vera að sækja íslíka. Já, rétt. Það er bara svona, heyrðu þú, þetta er þér að kenna. En Þú sagður að vera góður. Ingason með flottan leik í vörninni á Panathinaikos sem mútið fyrir Svaros. áfram heldur það svona skrýtna dæmi einhvern veginn að hann spilar ekkert í deild en spilar svo bara svo kongur í Evrópudeildinni. Þeir virðast vera að reyna hann hlýtur að vera á góðum samning þannig að mögulega eru þeir að reyna að Ídónum í burtu. Sko Róma Stuttgart, Já. það er 2-0 sigur hjá Rómverjum þar. Gasperini að gera bara flotta hluti með mjög takmarkaða svona af peningum hann hjá Róma. Pisili með bæði mörkin, þetta er ungur strákur, þekkir þeim, hvaðan er hann? Er ekki Ítali? 21. Þannig að frábær sigur hjá þeim, svo eru þetta allir leikinni bara á 50 daginn. Það voru keppt þetta allt saman og Brann ennþá í góðum möguleika, Forest komnir áfram, Villa komnir áfram automatically, það er segið topp 8 og Brann eiga Sturm Graz á útivelli í lokaleik. Sturm Graz, Breiðablik vann Sturm Graz einhvern veginn útivelli, eða var það jafntefli? Unnið það ekki? Unnið er að Ég finnst þess að Breiðablik hafi unni Sturm Graz mögulega. Þessi miðvikudagur á 50 dagur, þetta var unnið á útivelli 2014. Já, þetta var að geðveikir miðvikudagur og 50 dagur. Það er svolítið skemmtilegt, strákuðin í sportsbókinni á Epic voru að pæli að vera sko með lokadaginn á Champions League að vera með sko að tippa á alla leiki rámt. Já. Þú veist að, þetta er 18 leikir, allir saman tíma. Já. Alla leiki rámt. Já, nú vinnur að þú tippar alla leiki rámt. Já, það er mjög góð pæling. Og að því að þetta hljómar rosa einfalt að vera með alla leikina vitlausa. Já. Að því að þá fer ég bara í það sem að þá fer ég í gottfílingi hjá mér út þegar ég verið svolítið að giska vitlaust. Já, þannig að allir leikir rámt væri skemmtilegt. Jú, blikar unnu einmitt Sturm Graz, við erum að fá þetta starfist og þetta var Ellert Hreinsson sem að skúraði sigurmarkið þar. Sverrir Ingi í Hafsend. Já. Gunn Láfsson. Já, það er annar Gunn Leifsson, ertu að tala það er markmaðurinn, það er Gunnleifur Gunnleifsson. Já, ég sagði það. Gunn Láfsson. Já, ég reyndi að segja Gunn Leifsson. Orkan er með ódýrasta bensínið í Reykjavík. Orkan er bleika bensínið 13 stöðum. Við bjóðum upp á okkar lægsta verð á 13 stöðum land allt. Já, við bensinkallar við erum hrifnir af þessu. Já, svo getur við fengið gjafabrif. Beint í veskið, frábær bóndadagsgjöf þar á ferðinni. Já. Ég fer nefnilega, ég skil hann alltaf eftir bílinn og hleðan á orkunni þarna á Smáralindinni. Trítla sveifur á nýju matvöldina. Já, það er bara frábært plan hjá þér. Hún er alveg helviti góð. Það er auðvitað margt annað í gangi helgina fyrir utan auðvitað fótboltan. Það er auðvitað NFL. Já. Og við erum með divisional, eða finals ykkur megin núna helgina og liðin sem vinnum helgina, eða sunnudag, þau mætast í Super Bowl. Hjálmar, þú náttúrulega búin að fylgjast með þessu síðan 82-3 eða eitthvað. Þetta kom fyrst á sín. Muni eftir því. Já, það var bara ekki Þórmundur Bergsson eða hvað hétt þarna. Já, hann var geggjaður. Já, hann var ofta líka mennum við Guðna Bergsson og eitthvað svona í lýsingunni. Já, geðveikt. Hann kveikti í manni. Hann kveikti í okkur öllum. Hverju fara áfram, Hjálmar? Sko, þetta er náttúrulega svolítið áhugavert núna vegna þess að það er Broncos Patriots og Broncos hafa mist að leikstjórnan sín. Þannig að hann er bara út. Hvað heitir hann? Bonix. Já, Bonix. En þetta er alveg, þetta verður svolítið geggjaði leikur og svo er náttúrulega New England Patriots og við þekkjum það nú þá sögu og þeir eru aftur orðnum einhvern favorite síðan jafnvel að vinna NFL, en Seattle Seahawks, það er lið segja menn. Ok, það er Seahawks á móti Chargers. Seahawks á móti Rams. Rams. LA Rams, já. Fyrir ekki, það hitt LA, Chargers er hittli í LA. Já, þeir eru ekki jafngóður. Þannig að þetta eru geggjaði leikir. Þetta eru frábæri leikir og Gunni, Hjálmar, þú erst með hvaða lið fari í úrslit, sagður? Ég ætla að segja að verið Denver, það verið Öskubusku saga og Seattle.
Broncos Seahawks. Já. Hvað þú með? Ég ætla að fara akkurat aukt. Ég ætla að segja Og fyrir favorites náttúrulega. Nei, ég ætla að segja Patriots og Rams vantilega. Já, að Seahawks eru Nei, favorites. þú segir vantilega Patriots og Seahawks. Nei, ég segi Patriots og Rams. Fæ ég að svara? Patriots Rams. Já, ég held ég held bara að Patriots muni vinna í svona barningsleika mútið Broncos. Ég held að Seahawks Rams verði sturlaðuleikur. Ég verði til hvað er yfir undirlínan á 46,5. Já. Ég held að það geti orðið einhver partíleikur hjá Seahawks og Rams. Mikið af frábæra leikmönnum í þeim leik. Denver, spilað í Denver þarna? Er þetta á heimaðli þeirra? Já, þetta er í Denver og í Seattle. Hvernig viðrar þar? Ég skrifa Denver og svo Ír. Ég held að sé ansi. Erum við ekki að fara að fá kulda þarna? Jú, ég held að það eru -9 þarna akkurat núna. Klukkan er 4. Það er spáð á sunnudaginn -6 og smá ofankomi. Létt snjókoma. Þannig að það mun klárlega hafa áhrif ef það er eitthvað svoleiðis í gangi. Þannig að en það er bara magna hvað þetta hefur tekið stuttan tíma, þetta rebuild hjá Patriots. Náttúrulega fara inn í svolítið þarna 5 ár eftir Brady fer, svo hætti Belichick og nú eru þeir með ansi magnaðan þjálfara og voru náttúrulega, ég fór á leik með þeim fyrir 2 árum síðan, þá var þetta bara grínlið sko. En það er líka áhugavert að þessi Stidham sem er að fara að taka við á Denver Bonix quarterbackinum, hann spilaði eins og fyrir New England. Það verður rosalega leikur. Ég ætla að segja að Denver vinni það. Hvað fengum við á Denver? Sástu það? Denver er náttúrulega generational varnarlið. Ekki 3, ég held það. Þeir eru svona varnarkallar sko. Skulum fara út úr þessu spjalli öllu saman, minna það að því var að tala sportsbókina, þá var það kóðin Bondi 26 og þá var það 10.50 í Epic Casino. Það held ég. Það er pæli hvað miklu fallir hann að Casino en spilavíti. Casino. Hefur farið Casino. Það er ekki bara frábær leið til að verja kvöldinu. Upp í Perlu. Já. Hefur farið upp í Casino. Byttu fyrir þér. Ég var að njóta kvöldsins. Ég var góða stund þar. Já. Áhverju ekki. Þú eru eitthvað verið þar? Perlunni? Nei. Veistu hvað, ég vorkinu stundum útlendingum í Íslandi. Ég hef ekki droslega gaman að fara í Casino. Ég hef aldrei þótt að gaman. En það er svo lítið að vera hérna og þetta á að vera Casino. Ég meina Perlan er byggð fyrir Casino. Nei, ég meina, sko, já, það er í öllum borgum Evrópu, það er mjög skrítið að skulle ekki vera hér. Ég held að sé ansi mikið af fólki sem kemur hérna á ráðstefnur og fundi og annað sem að finnst gaman að eyða smá pening. Þannig að okkur ekki að reyna sækja þessa peninga. Klípa meiri pening. Klípa peninga á þessu lið. Ítundi það. Það held ég kjartanfæði með Dr. Fútból og við ætlum að kíkja aðeins á íslenska boltan. Það eru auðvitað Þorrabakkinn góði frá Kjarnafæði. Þeir sjá Þorra matinn. Getur þú græjað svona bakka á mig? Já, ég skal græja bakka, bara gerum það strax eftir þátt. Sigurður Bjartur, hann er með samþykkt, F-fáingar með samþykkt tilboð í Sigurður Bjart og þetta er liðið Merita, AD Merita. Gunni, þú er búin að kynna þetta lið, segur aðeins frá klubnum og kannski kultúrunum í kringum hann. Ég trú ekki öðru, en jú, þetta er svona fjölskyldustemming í þessum klubi AD Merita. Ég get ekki einu sinni sagt hvað hann er sko. Nei, þetta er á við landamærinni við Portugal. Okay. 15 manna völlur. Ég myndi halda að þetta væri típist dæmi það hvað tækninni hefur fleytt fram, það er að segja að þetta eyeball og allir þessir leikir teknir upp og allt þetta stat sem er hægt að finna út allt á Wisecout og annað. Ég held að þetta sé bara klassist dæmi það. Sigurður Bjartur náttúrulega endar tímabilið stórkostlega með FH. En ég er svona ég hefði kannski alveg viljað sjá hann fara hærra. Ef hann allar verið sédeild þá viljum við fá hann í sédeild í Englandi. Þú veist, í sédeildinni á Spáni það eru bara einir kongar þar og það eru Tenerife-menn. Það eru Eyjamenn. Eyjamenn eru langafst. Þeir eru í sédeild, já, en þeir eru á leiðinu upp. Þeir eru að förlengja þessa deild með sinn glæsilega Hello Duro völl. Það sem að eyðilegur sédeild eins og á Spáni og gerir þetta sem miklu drastli en það er bélið það er alltaf verið að biðja bélið í einhverja deildir hérna á Íslandi, ég vil ekki sjá þetta. Nei, þetta er þreytandi. Svo mega þau ekki fara upp og alls konar vesen eitthvað, þetta er þreytandi.
Osasuna B og eitthvað svona þetta er bara ekki nógu sexy Herri, já, þetta er bara eins og þegar Háká byrjaði að tapa fyrir uliðum í handboltanum þá lét ég leikmenn að heyra það fyrst Valur mætti heimsókn ef ég sé aftur tapa mót einhverju þá heyrist þið hjöpunum þá gaf ég þeim öllum red card já eitthvað fleira á íslenska boltanum Gunni, þú nú með eirun heldur betur við þann íslenska eins og ég segi stundum já Nei, bara, þú veist, áhugaverðar vendingar í þessu Gumma Tótamáli, þetta hann komin upp á Skaga en svona, þetta var leit fyrst út eins og hann hefði bara, eins og Skaginn hefði bara verið favorites frá byrjun þar að segja eftir fyrsta fund, en maður heyrir að það hefur verið fleiri tilboð og svona meiri áhugi og alveg mikið lagt í það frá til dæmis Val og FH að fá hann. Þannig að það er svona maður hugsaði að þú veist, ef að Valur myndi fara all in í hann þá myndi þeir fá hann en þannig að þú veist, þá annarkvort hafa þeir bakkað út vegna peningana sem að IA hefur getað boðið honum eða þá bara það að þeir hafa metið að þetta væri ekki dýll fyrir þá að gera á þessari stundu og mikið talað þetta góljúni dæmi og annars líkt þannig að en þetta er áhugavert ég held að eins og segi það er bara algjör synd að Skaginn sé á grassi ég held að það muni aftur koma á daginn og við munum ræða þetta aftur í sumar og þú veist það er ekkert að fara að breytast þar held ég Það held ég að vera ábla pínu áfall fyrir hann að koma mikill munur á Akranesi og Selfossi það er ekki þessi matarmenning á Akranesi sem var með, en þú ert reyndar það sem ég var nú að róa á Gumma Tóta var að þeir eru með Dominos á Akranesi þannig að það er allavega hægt að fá góðan mat gott að vita Svo er fréttafólk.net í gær þar sem er talað um að Ívar Árnason fyrirliði Káa að hann sé á blaði hjá félagi topparóttu dönsku B-deildarinnar Er það ekki bara Lyngby þá eða? Jú Nei, ég segi svona ég meina það er alltaf Lyngby nánast orðað við mig sko Já, en ef Ívar Örd fer úr þessu Káa-liða þá hef ég stórkostlegar áhyggjur af mínum mönnum fyrir norðanlanda á næsta tímabili. Herri, herðu Hjálmar, sæli, ég var næstu búin að gleyma þessi, ég var með Hjöpquiz í gær og það mætir að það bara maður Tim með skegg og bara einhvern veginn og bara eitthvað, ég er Tengdason hans Hjálmars og ég var bara eitthvað, Hjálmars, veistu hvernig ég hugsaði? Ég hugsaði séra Hjálmar. Ég hugsaði bara, Já, eðlilega. Ég bara þetta var Jóhann Tengdasonu minn. Já. Ég bara, herðu, og þetta er bara gamall maður. Hann er ekki eldri en ég, sant? Nei, en þarna fatta ég bara, sko, já, Hjálmar vinnur mig alveg vel gamall. Já. Þetta gleymist stundum, maður er orðin afi og maður er með alls konar. Alls konar, og svo fór ég bara að hugsa, ég var að keyra heim í og segja, hann er það gamall, sko, pappinn, sko, hann bara opnaði mokkan og hafa verið að segja frá Adolf Hitler, kanslari Þýskalands verið dáinn. Það er svolítið. Það er bara þannig. Þú veist, hann bara var með þá fréttur fram á sig. Já, ok, hann er farinn. Áfram. Það er gaman að þessu, hann er mikill pubquizkall sjálfur. Því við vorum að ræða íslenska, ég held að þetta sé svona akkurat tíminn, þú veist, þessu svona mánaðamót janúar, februar, þar sem að liðin í efstu deild þurfa að fara að taka ákvörðun, þú veist, ætlaðir að kötta hópana sína, hverjir fá að vera áfram, hverjir fá samning og annars líkt. Þeir sem eru köttaðir, þeir fara þá væntanlega að leita á einhver önnur mið sem er þá væntanlega fyrsta önnur, eitthvað svoleiðis deild. Þannig að við munum sjá held ég á svona næstu 2-3 vikum þá munum við sjá svona örari breytingar á íslenska markaðunum. Ég er búin að heyri ansi mörgum þjálfurum og það er svona virðist flest allt vera dött. Svo held ég áfram að fylgja eftir Jóni Degi. Já, takk fyrir það. Örar breytingar, já, það voru örar breytingar á íslensku matarmarkaði þar sem að Volt hefur komið inn með Volt Plus þar sem eru ótrúleg tilboð í gangi þessar mundir. Kíkið inn á Volt og gerist ásjöndi því að þá borgar 0 krónur í heimsendingagjaldið góða. Það eru heilumferð í ensku úrvalsdeildinni. Stærsti leikurinn er væntanlega leikur Arsenal og Manchester United. Þessi leikur klukkan 4:30 á sunnudaginn. Arsenal eins og önnur ensk lið að blómstra í Evrópu þar sem að pressan er lítill. En í ensku úrvalsdeildinni þá voru handbremsurnar á Býtum við. Nei, nú þurfum við að stoppa. Hvað var þetta?
Ég sagði þeir blómstri í Evrópu þar sem pressan lítil. Það sem getur leiftir bara að tapa fyrir bótu og fara áfram. En í fyrra þá varst alltaf að tala að Arsenal væri jafn nothæft í Evrópu og hvað aftur? Og breska stellingsspilsið. Já, þeir eru álíka nothæfir í það. Núna byrjar meistaradeildin, hún byrjar í febrúar. Meistaradeild Evrópu byrjar í febrúar. Það fara öll lið áfram núna. Þetta einhverju örfá lið út, en það fara öll lið áfram. Það nýja regla. Það alltaf talað að það var eitthvað verið að ræða að þetta væri svo einfalt prógram og eitthvað hjá Arsenal og eitthvað svoleiðis. Ég held að við séum búin að spila við 4 í topp 7. Í þessu? Já, en svo meistaradeildin byrjar ekki fyrir í febrúar, þannig að við getum bara slakað á. Við ætlum að eiga svo eina skemmtuumferð núna næsta miðvikudag, svo byrjar allur hasar. Svo byrjar alvaran. Þessi leikur, þessi liðuta mættust á þessu svipuðum tíma í fyrra þegar Manchester United sló Arsenal úr leik í enska bikarnum þráttur að vera einum færri. Erum við að fara að horfa upp á eitthvað svipað, Hjálmar? Já, ég held að þetta verði þvílíkur leikur. Carrick, hann að fara að elda eitthvað svakalegt þetta. Það ekkert eitthvað, eins og Gunni búin að tala eitthvað walk in the park, þessi leikur. Þannig að ég kæmur ekki orð að vera 0-1. Já, þetta langt síðan að ekta 0-1 leikur. Langt síðan að Arsenal hafa skorað. Já, Arsenal vann fyrir leikin 1-0. Já. Það var ekki sanngjarnt. Fyrsti leikur á tíðanbílu alltaf. Þannig að ég hef ágjörð af þessu fyrir Gunnar. Fórum einn dettur þetta á sunnudaginn, Gunnar? Bara mjög svona, held þetta verði mjög klassíst svona þróun United undanfarin ár, þar sem að þeir fá svona byrjundi báða vængi með góðum úrslitum og eru síðan svona teknir aðeins niður á jörðina stuttu síðar. Þannig að ég held að ég sé ekki hvernig Arsenal á að tapa þessum leik. Hvernig ætlar að skora? Ég sé heldur ekki hvernig ætlar United að skora? Það bara fast break. By the way, við förum í winners og losers á eftir, en ég ætlaði nú að fá rósa Inter fyrir að skora helming af mörkum sem Arsenal hafa fengið á sig í meistaradeildinni. Mér fannst það nú bara alveg frábært. Þeir skoruðu þarna 1 mark og það er helmingurinn af mörkunum sem Arsenal hefur fengið á sig. Þannig að ég ætlaði nú að rósa þeim. Í þessari upphitun í meistaradeildinni. Já. En ég meina, ok, vertu nú alveg heiðalegur, Hjörvar. Ertu vongóður fyrir þennan leik? Já, ég er mjög vongóður. Já, ég það. Ef við tökum þetta bara svona stöðu fyrir stöðu, þannig að við höfum oft stilt upp svona sameiginlegum byrjunulegum. Við höfum mikið gert það. Þú stiltir upp Andri og Nana fyrir fram að ræja fyrir bara, ég held að sé ekki komið á síðan. Eðlilega, sagði ég. Hvað meinar þú? Þetta er bara eitthvað Brentford-strákur en David Raya. Hjörvar. Ertu búin að vera að horfa á leikina? Sá stutti, hann var stóttið lítið við þessu Intermarki, þannig að það. En sko, áhyggjurnar mínar, og Hjálmar, við vorum að tala um þetta á Facebookinni í gær, við félagarnir, eru þetta Liverpool-leikurinn og Forest-leikurinn, þar sem að náttúrulega Arsenal-liðið var að skapa þessi færi. Hvernig ætlaði að skapa færi á sunnudag? Það nefnilega það sem að öll eigu beinast að, jökar í skattgreiðinu sem hefur bara ekki, hvað hann með mörg í ensku deildinni, bara í Premier League? Bara svona 4 eða eini sem með fleiri 5 mörg. Eini sem með fleiri mörg í öllum keppnum af þessum stóru sænings yfir sumartíman er hann er ekki eina stóðsendingu. Hann er ekki meina stóðsendingu. Er Hugo Ekitike, hvað meina, stóðsendingu? Hvað okkur ætti hann að vera með einhverja stóðsendingar? Ok. Hann rýfar alveg með stóðsendingar. Reyndar af þessu 5 mörgur, 2 víti. Já, 2 víti. Hann har 3 mörgur opnum leik í ensku úrvalsdeildinni. Eini leikmaður með fleiri mörg í öllum keppnum. Og það var á móti Burnley og eitthvað álíka, sko. Fekk hann í hnið eitthvað og hvernig ekki hún eftir Leeds? Ég held þetta 1-1 heimavalli, á eftir það er eftir sá leikur. Já, þetta er algjör 50-50 leikur. Þetta er geggjaða leikur. Það veit ég ekki, það ringdi einhvern Liverpool-mann bara. Ég hef ekki að svara fyrir það. Hvernig mannstu sitt í gengja mot Leeds? Það mann ekki. Þetta hefur verið nefnilega brass fyrir ansi marga, þannig að það var hlegið og gert grín þegar Arsenal vann á. En þetta verður rosalegu leikur á sunnudaginn og þetta er svona svo kallaður 50-50 leikur, það sem allt getur gest. Hefur ekki aðtöða hvort að spórsbókin sé sammála því? Þeir eru fullir Já, mér er alveg saman hvað þessi spórsbækur segja. Hvað segir Epic? Ég myndi halda 1-3 Arsenal. Ok, 1-6. 60% ágústu. 1-6? Já. 624% ágústun á Manchester United. Ok. En förum á skoðum annað
Já, ég vona samt til þess að hann byrji með ég vona hann fari nú ekki að leika sér eitthvað, ég vona hann byrji bara með sitt allra sterkast. Já, Gabriel Jesus kemur ferskurinn í byrjunarlið hjá Arsenal eftir stórleika á móti Inter. Ég vil byrja með Jóker. Og sænska kjötbólan fær því miður að talaði við ykkur, Hjörvar. Sæti talaði byrjingu Hjörvar. En þó að þú set alltaf með þessi leiðindi á því samt að gefa það gjöf hérna. Það er nýr bossilmur. En það sem ég sagði við á líka og því að ég verði að hafa áfram svona sætan þá voru andlitskrem frá Lumeni og þú var bara hafa þið mjúkan og fínan. Þannig að þetta eru til ykkar beggja. Vá, þetta er rosalega dagur. Þetta er alveg dagur. Já. Svo ég með að setja í smá aukkrem að það líka. Já, ég setti alls konar krem að þinn. Herri, það eru fleiri leikir í ensku úrvalsdeildinni. Manchester City taka á móti Wolves í gefinsleik, sáleikur einn af 3 leikum sem verður með okkur Hjálmar í Dog Zone á morgun og Hjálmar mun einbeita sér algjörlega leik Burnley og Tottenham munið eftir fyrirleiknum. Það var Hjálmar svo glaður, nýi stjórinn Thomas Frank snillingur alveg svo leys íðaði allur ykkur 3-0 sigur Richarlison með 2 Þetta voru góðu tímar. Þetta var í ágúst. Sást þú þetta mynd? Ég var á TikTok í vikunni. Já. Þetta var daginn eftir tapleikurinn í deildinni síðustu helgi. Það var á móti hverjum aftur? Herrunni Borussia Dortmund og töpuðu sér á móti West Ham. Já. Það var daginn eftir þann leik. Þá eru þeir að mæta á æfingasvæðið. Það var svona, hey, good day, Thomas, eitthvað svona, þá segir hann eitthvað, yeah, it's a good day, sun is shining, we're playing football, og ég hugsaði bara, þú veist, ég var að pæla að senda þetta til Hjálmar og segja bara, þú veist, ég finn til með þér. Nei, það var málega það var skýjað, það var allskýjað, hann gæti ekki einu sinni með veðrið rétt, þessi kall, sko. Svo maður skikja á leikina sem eru Bournemouth tekur á móti Liverpool Bournemouth þau bara unni 1 leik af síðust ég veit ekki hvað mörgum Liverpool eru tablusir nú það var rosalega að sjá allt í einu Mo Salah verða 42 ára einu færið þarna á móti Marseille en afar samfarandi 3-0 sigur á frökkunum hjá Liverpoolmönnum Ibrahima Konate hann misti pappa sinn í vikunni var frá var ekki með á móti Marseille, ég veit svo sem ekki var hann slott búin að gefa eitthvað það hvort hann sé með ég svona verið nú með þannig að hann ekki bara fengi frí í þessum leik held að sé hann ennþá í Frakklandi og ég veit ekki hvort hann æfði í morgun við erum að taka þetta á föstasmóti, við veitum ekki hvort hann æfði í morgun Þetta var skemmtilega leikur já, ætli Cody kom inn eða? Cody? Já, nei, ég held að Salah byrja Já? Ég held að byrja Er þetta ekki samt vond skilabóð til barna ef að Salah fær að spila allt núna af því að hann fór í fílu, hagaði sér illa og svo bara, hann verður reiður ef að þú veist eins og ég átt verið að biðja að kaupa eitthvað nýjan kall í Fortnite og svona stundu segi ég bara nei Já og tekur þá fílunni sem að kemur Nei, tek því bara, ég ekki verið eitthvað koma klukktíma og setja, ok, hættu þó í sér í fílu kaupa þess að fílu úr þér það er eitthvað alveg mjög góð punktur maður þarf að vera harður líka það þarf að vera með fyrirmynd líka það er að koma reyndar hérna fyrir klukkutíma síðan að hann verði ekki með Ibrahima Konate verður ekki með nei, hann verður ekki með, hann ennþá stættur í Frakklandi og þá verður þetta væntanlega bara Joe Gomez og Virgil van Dijk eins og á móti Marseille Lítur bara vel út, lítur bara mjög vel út Lítur fínt út þar í þeim leik þannig að ég held að það sé ekki stórkostleg vandræði við slum kíkja á aðra leiki Hvað keypti Thomas Frank sér margar vikur til viðbútar með þessu sigri? Ég held að sé bara börnuleikur það? Ég held að, ef þetta verður jafntefli að tap þá held ég að sé farið. En finnst þér ekki fyndið með hvernig Tottenham liðir hversu auðveld meistaradeildin Það er svo skrítið Þetta er þessi uppbytun í meistaradeildinni Þetta er furðulegt Hún er áhugavert Það byrja fyrir alveg í næstu viku Já, við byrjum í næsta mánuði Við förum úr uppbytun í meistaradeildinni yfir í ensku úrvalsdeildina aftur þrífum heiminn með löður í áskrift Já, ef þú ferð oftar en 2 á mánuði þá að sjálfsög átt að vera með bílinn í áskrift og erfitt að Ég er ekki með þetta í áskrift Það farðu í áskrift og segja þetta miljónsin Það er Newcastle Aston Villa Er þetta leikurinn sem að Newcastle vinnur Aston Villa? Já Sjáu þið hennan Evertón hann Sjáu hvað meistaradeildin er auðveld fyrir Newcastle
Jú, það eru vinna bara tóku PSV og raskelt Ok, þannig ertu svolítið að tala á móti sjálfu þér, af því að þú ert líka að tala um hvað enska deildin sé hörmuleg og hvað Það er allt af sé því að ömurlegt í pressan er ensku svo deildinni mikil. Nei, Pressan er svo þú getur mikil. ekki sagt bæði Ég hef aldrei sagt þetta Jú, þú sagðir að enska Pressan er deildin svo væri mikil. þú sagðir held ég bara orðrétt hérna daginn hvað enska deildin væri hörmuleg Hún er ekki hörmuleg Hún er bara ekki eins góð og hún hefur verið og hún er náttúrulega ekki að skemmt okkur Við höfum ekki séð svona marga markalösa leiki í háa herrarstíð Það er þróun fótboltans Það er bara svo leiðilegt, ég er markakall Já, ég líka Það er kannski minn kross að bera að vera einhver svona markasjúklingur eins og einhverjir eru farnir að kalla mig Heyriði það er Newcastle Aston Villa sem er svona eiginlega stórleikurinn Anthony Gordon er auðvitað að fá mikinn hita hjá stuðnismönnum Newcastle og hann hefur ekki skorað í opnum leik bara í einhver háa herrans tíð Harvey Barnes er að bera þetta lið upp í bara Já Vissi að skoraði í meistaradeildinni Já Þannig að þetta verður frábær Skorar hann bara eitt það Já, var það ekki Sko, það sem maður er spenntastu fyrir eiginlega hjá Newcastle er að ef að Dan Burn fer að mæta aftur inn í þetta, hann er bara þetta er day to day með hann sko Newcastle liði lúkka bara aðeins öðru sér sérstaklega í norðrinu, þá lúkka þeir aðeins öðru sér þegar Dan Burn er með Já Þannig að hann er búin að vera að glíma við eitthvað vandamál í eitthvað rifbeinsdæmi, heldur hann við rifbeinsbrotna eða eitthvað svoleiðis Já Þannig að leið og hann er komin tilbaka þá lítur þetta Newcastle liði töluvert betur út Ég samt Það vilja vinna bara þennan leik sko. Já ég er einhvern veginn ekki að sjá það að gerast en verður ávart að fylgjast með þessum leik fyrir norðan Er eitthvað leikur á mándaginn, já, flottu leikur Já, Everton Leeds Já, sem var einmitt, Leeds Everton var einmitt mándagsleikur líka, það Leeds vann Já Þannig að þetta verður skemmtilega leikur Já, þá unnu hvað Leeds að 1-0 Já Ég víti Jú, það er ekki Ég held að þetta verður engi markasúpa held ég Nei Maður veit aldrei Þetta verður gaman að fylgjast með þessu svo fylgjast auðvitað líka með Championship-deildina sem að auðvitað við erum hér að vonast eftir að Coventry mæti aftur upp í deildina Myndi maður samt ekki alltaf koma þeim upp sem Lampard fara svo eitthvað annað og meðan að hitin er öður fara áður en Það er alveg góðu punktur en það er ótrúlega erfitt að vera við lið í Ísraelsdeild fara áður en þú lukkar eins og Vincent Kompany lukkaði með Burnley skilur uppi og Svo er þessi freysting og Russell Martin lukkaði með Southampton uppi og Scott Parker með Burnley Herri Það er ekki unnið í 14 Förum í Winners and Losers með einar á Mér vantar tónlistina mín þetta en ég er í vandræðum Ég skal byrja á Vinnarum Tengda svona minn, Jóhann Rapp verður að koma og hitta á þig Já, hann er klárlega vinner að hafa gert það ég er með nokkra vinnera Elvar Ásgeirsson, vinur minn kallaður í íslenska landsliði handbolta eftir að Elvar Jónsson meittist Mosó bróðsinn minn Eva Rúsa Miljevic fjölskyldan Veistu af hverju? Nei Þegar hún útskýrði svona á mannamáli David Beckham ég vissi ekki neitt um þetta David Beckham mál svo tók ég, hún var með töfluna og útskýrði allt David Beckham máli fyrir mér ég get bara svarað öllu Vel gert Gunni, vel gert Ég ætla að velja Halldór Benjamin fyrir matthöllina í Smáralindri Við ættum að vera búin að velja hann hérna bara viku eftir viku sko. Ríkala vel gert Ég ætla bara vonandi þessi í lagi Fleiri vinnerar Eid Plóter Ég ætla að velja Ármann í korfinni Já, Ármann í korfinni Takk fyrir það Tryggluðu til Keflavíkur og tóku frábært til Keflavíkur Það stendur ekki eins og bónus á þeim það er bara grísin Geggjað Ég myndi segja að Donald Trump fyrir að gefa okkur endalaust gott content núna undanfærið Það búið að vera frábært að fylgjast með því Og núna eru þetta bara Grænland orðið svona hálfgert yfiráðsvæði Bandaríkjanna og ég ætla hins vegar að velurina líka Friedrich Merz sem er kanslari Þýskalands Hann lét Þýskaland sitt eigið land og Evrópu heyra fyrir að hafa mist augun á boltanum og ég hef aldrei, hann var því miður á ensku en hann var með allt upp á 10 þannig að ég held þetta væri hann er 70 þvílitt sjarp Hann lét á heyra sína eigin menn heyra þannig að svo erum við með enga lúsir að ég menn einhverju voru að biðja Viktor Gísla fyrir að hvetja menn til að hringja sem veika menn meiga það alveg á bóndadaginn þetta er ykkar dagur, þetta er ykkar stund Mér finnst þú frekar svo sem að svara á hann, hvað heitir hún, Halla Gleðigjafinn Halla Gunnarsdóttir
bara er ekki hægt að láta þetta bara, þú veist, þetta nú ekki, ég held að sé nú ekki djúpt á þessum hugsunum hjá Viktor Gísla. Hún með svona Anthony Gordon klippingu. Skemmtilegt. Það er gaman að sjá þetta. Ég var að kíkja á neyða já með vinum okkur í 66 eða 66. Já, hvað segir maður? Jú, er það ekki? 66. Hörum við þetta. Bum, boom, bang. Já. Skal segja ykkur það 66 með Dóttorfútból. Þar er hægt að kaupa frábærar bóndadagsgjafir. Magnús Andriðsson spyr einfallega Maggi Andrés eins og hann kallar á að liggja og þiggja þennan bóndadaginn. Já, takk. Þetta er frændið. Hann er mæntilega að tala um eitt stykki Hawk Tua. Mér finnst allt og þú veist eins og Hawk Tua. Þetta er snill, sko. Já, þetta er mjög gott. Er Borró þjálfaraskólinn sá besti fyrir unga menn á uppleið Southgate, Carrick og Robertos? Frábær punktur. Já, sveið mig þá. Já, ég held að það sé margt til í þessu. Takk fyrir þetta Bjarni Jóhannsson. Maður gæti þetta að fara að sækja klippinnar af því þegar þú varst að tala upp þetta Englandslið sem var náttúrulega mjög leiðilegt því að nú ertu að tala um leiðilega fótbolta í ensku úrvalsdeildinni og þú sést markakall og eitthvað svona. Þeir eru náttúrulega voru alls ekki skemmtilegir. Markáður djöfull. Hákall og brennivín til að fagna í kvöld eða naut og raut? Alltaf hákall og brennivín. Já, ég myndi nú líklega bara taka hákallið og nautið og sleppa hinu tvennu. Og er það ekki bara viski? Gunni viski? Hvaða viski er núna? Jameson? Ég veit ekki, ég þekki ekki einu viski tegundina, sko. Þú bara segir að setja eitthvað í þetta. Já, Hjálmar, ertu skólastjóri gamla skólans? Já, ég held það sem er þá. Hrifin á honum. Það voða mikið af einhverju svona maður sjá ætlar Gunni til Tyrklands. Gunni, er það eitthvað? Ég hef aldrei pælt í þessu. Nei, leið mér að sjá það. Ég hef ekki pælt í, nei, það er, þú veist, ég er með bara enni, sko. Takk það þessu. Nei, ég nenni ekki að taka Hefur verið að stríða þær á þessu? Hefur verið að stríða þær á þessu? Nei, það er nú eitthvað lítið farið á því, sko. Stríða? Hættið að stríða. Mér bara gæti held ég ekki verið meira saman. Ekki verið að stríða. Nei, ég, sko, ef að svo kent kemur upp að fara til Tyrklands, þá fer ég bara til Tyrklands. Já, ég voru ekki þangað að gera. Bara flottur. Og vertu áfram eins og þú ert. Það er best. Vertu þú sjálfur. Munu úrslit handboltalandsliðsins hafa einhver áhrif á frammistöðuna þegar komið er á skeiðvöldinni hvað er gangi hérna? Það er gretta í loftinu. Já, það er endalust eitthvað svona var hjammi í vesinni með fótmópappi í gerð? Ég er að verða allt og gamall, sko. Þá var ég með þetta í short í staðin fyrir full með töfluna, þannig ég sendi fútmóp á Twitter eða X-inu ég get ekki lengur séð hérna XG og allt og þeir svöruðu mér, þú ert sennilega með þetta short en ekki full og ég fekk hjálp og það er þannig að mennur að skjóti það var maður á aldri við þig sem að bað mig að hjálpa sér að geta fylgst með leikjum í handboltanum á hérna Sofaskor og ég flett upp fyrir hann handboltan en hann var í vesi, hann ringdi mig til þess að koma þessu aftur úr handboll yfir í fútból hann fekk svona er þetta neðst þetta er svo agalegt þegar maður er tekið svona muni United ná að replacea Casemiro og hans þekkingu á að vinna titla þetta er búin að vinna báða bikarmeistara titlana á tíma síðan og þetta skoraði markið fræga á móti Newcastle þetta var ekki góð kaup já, hann hefur karakter hann er alveg elskaður þarna, sko. já Hannes Friðbjarnason er með spurningu þetta, bara aðeins neðar. Já, hann er alltaf góður. Hvort eru þið meiri Becka að Pakkas menn? Ég var Pakkas og Pakkas. Já, ég held þessi Pakkas maður líka. Mér fannst hann alltaf bara svona meira eða svona meðan svona raunverulega einhvern veginn svona. Það er ekki að rauna yfir annan þó Nei. Björgum Páll spyr Hjálmar, ertu búin að skráðu úr þjóðkirkjunni? Það ger ég aldrei. Verður pegg hjá bræðum þú minna alma þetta er rosalega spurningar nú fer Gunnar nei, það er bara endalust það er eitthvað það er ekki þetta að segja þessa hluti ég sé þetta alveg hvernig ég þekki þennan ég þekki Kauða
Komið 18 læka sjálfsögðan. verður nýtt volt rekord á blöss í dag. Bíddu, hvað er þessi bóndadagur? Hefur þetta eitthvað verið fram hjá mér? Já, ég líti á þetta meira Men tengi svona sem að- gömlu hefðirnar sko. Rífi þær, Já, rífi þær. Já, ég er endalist. þreyja þorran Kjami getur að fara yfir þróum bóndadags í sund að verið 40 ári. Ég gera sér þætti. Þú fær mér sér þátt. Hvernig ertu með bótlaðinn? Glimt bótlaðinn? Nei, en ég þarf að fá mig treyju. Ég verði eiginlega að fá mig treyju You bring your glimt cup and Já, you sko, drink þetta var nú coffee from that. þetta er nú AI viðtal hlýtur að vera Nei, svo þú nei, okkar- þetta er En alvöru þetta er nú viðtal. ekki, þetta þú hefur nú fundið þetta bara í einhverjum grínhóp Glimt, nei, þetta var bara maður að segja frá and you bring your glimt cup. þeir eru nú ekki alveg svona bilaðir sko. En mér varst góð spurning þarna frá Degi, fara aðeins upp Já, hvað sé þetta áur? myndum að taka Mesut Özil og Alexis Sanchez í Darsanelið Já, ég held að það veri yes and yes yes and yes, eðlið, já. Það var yes bara and yes. fáir leikmenn sem hafa veitt mér svona meiri ánægju að horfa á heldur en Mesut Özil þegar hann var í Arsenal, það var alveg bara það var sýning eftir sýning Nú er það þannig að Gabriel Jesus var að fá sér nýjan umbóðsmann, skoraði 2 mörk, fekk sér nýjan umbóðsmann, fagnaði vel og lengi. Já, ég ætla að fá að bæta inn áður en að við fyrir mjög elgrandi fæ ég að bæta inn einu vinnir Já. Trinity Rodman, hún var að sækja pókan í kvennaboltan, dóttir Dennis Rodman Já, var að fara til Washington Spirit og sæna díl sem að færi henni 1,5 miljón evra á ári sem að þýðir hún launaðist allra kvenna í fótbolta já, hún er að kemur fritt þangað ekki. Jú. Já, þannig að það er til mjög vel 2028 gert, þetta en er 2 ára áhugaverð að samningur. hún er með 1,5 miljón evra á ári og er launaðist Held ég, Hjálmar Raksi einhver takk að gamli maðurinn. Hvað gerist það? Lag? Já, herri strákar, við ætlum að fara í Elgrandi. Drengir, kemi.is með Dr. Fútból. Förum í Elgrandi, slúttum þessu. Ég vil fá Nú tekið íslenska handboltamarkmenn sem er ekki lengur að spila. Það er ekki lengur að spila. Já. Íslenskir Ég skal handboltamarkmenn, byrja. Hjálmar byrjar. Já, Einar Þorvarar. Gummi Rafkjáls Hann fer í hann hann fer í hann sem er ekki lengur að spila. Þér hefur líkt Já, ég veit það, ég man bara ekki hérna, hann heitir Haukur. Nei, Ég vorum að tala um þetta dag. það er Frost. Bjarni Frosta. Já, Bjarni Frosta, ég myndi það, já. Bjarni Frosta, ég myndi þetta alveg. Bergsveits Er með að spila á Íslandi er með Það að var vera alltaf minn útlendingar maður. þá. Það var alltaf minn Það maður. með að vera Já, útlendingar. með var útlendingar Já, sem að spila á Íslandi. sem Já, hafa spila á spilað Íslandi. á Íslandi Já. okay. Já, já. Þetta er gott. Förum í... Hérna geti ég alveg fyrir á flug Er það? Já. Ég nefnilega er ekki alveg nógu gammal. Hvað hétt dagróðra maðurinn sem var í markinu hjá Káa og IBVF? Já, emitt. Já, var hann kannski ekki í því? Það voru 2 sem voru í því. Býtu aðeins. Haukur Þrastar. Nei, hvað heitir hann? Já, jó. Var ekki Haukur Já, Þrastar? Þröstur er eitthvað nálagt. Býtu, Þröstur. Hvað heitir, já, Þröstur er millinafnið. Já, býtu. Hvað heitir gleðigjafin í Viðreisn? Já, hann emitt. Það var í Kastljósinu. Já, akkurat, býtu. Þetta er hann hvað heitir hann samt? Haukur Þrastar. Hvað heitir upphólsmaðurinn þinn sem er líka rauðhörður? Olli. Nei, annar. Myndaði svona tvíeiki með öðrum Var á Ómar? hambúrgurum mikið. Ómar Ragnarsson. Hann var mikið í hambúrgara bransanum og er núna Hamborgarbrassan. Já, Sigmundur. Sigmar. Sigmundur Þröstur. Hann veit ekki hvað Sigmar Þröstur. Ég er ekkert með neina þessum bennum. Ég man ekkert hvað það heita. Ég var með Bergsvein, helvítis. Hreiðar Leví Hreiðar Leví já. lokar fastegnamarkan. Nei, hann lokar Hann kælt hann vel. Vítu, hver er fleiri? Hver var það í markinu? Hann var Erlendur Berg í Brotnu. Já, Kom inn í 1 mót, 1 eða 2 mót. já. Og með millirandi Valur. Já, kann klats. Nei. Nei, Ég ætla eiginlega að gefa rétt fyrir þetta. já, kann klatse eða E.
Eratsklessi Eratsi Ég var alveg, þetta var tipp á maður tóng Roland Eratse Já, Roland Herri, nú ætla ég að fara í eitt skemmtilegt Ég ætla að fara í ungverska markmann Já, sem að spilaði með afturhaldingu og er núna að dæma á EM vá Ha? Oliver Kiss Vá, þetta er reyndar ótrúlega vel gert, alveg Já. Herðu, þá fer ég að sjálfsögðu í Balta Já, fyrir Balta Sebastian Alexander Son Já, það var náttúrulega Basti Já, Basti, hvað sagði ég? Basti Búin að vera svo mikið að leika Já, þarna var ég með þetta Já, Það eru fleiri góðir Nú er ég nú svolítið svona hvað getum við farið í næst Ég er að fara bara í gegnum afturhaldingamarkmennina og það er reitt sem að kemur upp Smári Guðfinns Við köllum að fjórablaða Smári Kölluðu við hann þegar hann var í gírnum Þið voru líka með Húsíking í markinu að neinu sinni Ég nánar út í það Smári Guðfinns Hvernig er þetta Smári Guðfinns? Já, ég er með hann Ég er búinn Þú er búinn? Ertu að tala um Haffa Einars? Nei, Nú, Pálmar Péturs já, Pálma Péturs Alveg Ég hef svo glemt hún Já, Jesús Hann hefði komið Sko, Sko, einnað sem ég var ósattu við þig að maðurinn sem er að gefa þér þessa gjöf hérna það er Kristján Sigmundsson markur sem hefði átt að vera þetta var hetjaði Kristján afsakaði þetta Já, ég meina Brynjar Kvaran hann hlýtur að vera Þú segir þessu nöfn, þá man ég þetta allt saman Leifur Dagfinnsson Leifur Dagfinnsson Ok, hann er samt svolítið mikið aftur í tíman Leifur Dagfinnsson? Nei, þú varst við svona 30 þegar hann var sko Held ég ekki Þannig að það voru þarna Sveinbjörn Péturs var alltaf svona og Birkir Ívar Já, Birkir Ívar náttúrulega stórkostlegu markmaður Ég var að hugsa hvaða Svo landsliðsmarkmann Guðmundur Arnar sem spilaði alltaf í stuðbuxunum var svolítið þykkur í káamarkinu Men ekki eftir honum Jú Stuðbuxunum Sko Sigtryggur Albertsson hérna í Gróttu En nú að því að Bjöggi er búin að vera þarna bara í 100 ár Já Ég var að reyna að hugsa sko þú veist, fyrir hann Fyrir Bjögga, það var bara Gummi Það var bara Gummi Hrafnkels Pæli í þessu Þetta er bara 2 gæjar einhvern veginn sem hafa bara átt þessu stöðu Þetta var skemmtilegt maður Sko svo var ég Edgius, Petkavicius var einn markmaður Petkavicius Alltaf flottur Svo náttúrulega Lý sem kom í FH markið Já, maður, eins og ég segi Þú manst eftir þessu öllu Við sungum alltaf, sko, þegar Haffi Einars var þá sungum við, Haffi Einarsson Já, ég held að vera eitthvað rosa kent Ég hef aldrei átt að leifunum að klára þetta Já, klámhundarnir á doktorfútbolleikmenn.is Þeir eru aðeins að fara að þrífa á þeim tólan, sko Já Ég ætlaði að fara að segja hvað þú ætlaðir að fara að þrífa á þeim Það hefur alveg þvottur Það hefur alveg þvottur Byrjum þetta samt á þvotti En þú færði hann hjá Löðri að sjálfsögðu þvottinn Ég þakka fyrir gjafirna þetta er bara, sko voru ekki ána með þetta var allt Taskan er meira átt sko og ilmurinn enn betri frá Bosch Ég veit hvernig þið eru orðið, þið þurfið Bosch Dóttor Fútból, þakka fyrir sig þátturinn auðvitað tekið upp á Bullis Media sem eru vinnir Dóttor Fútból og Guð bless ykkur öll